1984, George Orwell. Ok, þetta bara ein höfuðskáldsaga 20. aldarinnar, bók sem hafði ótrúlega áhrif, umdeild lýsing á hryllingi alræðisins, samfélag sem fylgist með þegnunum, bara hérna slagurinn framan og stríður, friður, frelsi fjötur, fáfræði styrkur. Þetta frægt, þetta bara samofið menning okkar. Já, það eru fáir rithöfundur sem að skrifa bækur sem hafa skipt, eða skáldsögur sem hafa skipt svona gríðarlega miklu máli, breytt hugarheimi manna og hafa sett margt sitt á tungumálið, eins og þetta bókin Stóra bróður, hugsanalögregluna og Herbergi 101. Og hérna þetta allt hugtök sem hafa ratað inn í tungumálið, kannski englendingar þekki þetta aðeins betur en við. En þetta sem sagt magnþrungið meistarverk og það ekki hægt að lesa þessa bók án þess að verða fyrir gríðarlegum áhrifum. Það merkilegt að hann að skrifa þetta á Stalinstímanum. Hann fór ekki til Sovétríkjanna. Og ég veit að því ég var að lesa þann daginn að fólk í Sovétríkjunum, það sagði þarna við sagnfræðing sem kom til þeirra, enska sagnfræðing sem var að skrifa bók á Stalinstíman, hann sagði, hvernig vissi Orwell, hvernig var fyrir okkur að lifa á Stalinstímanum, hann kom aldrei hingað. Og það voru fjöldi listamann sem fór til Sovétríkjanna og skrifuðu bara það sem þeir vildu sjá, sem var hérna sæluríkið, en hann að skrifa þarna alræðisríki. Og þegar ég las þessa bók núna, þá hugsaði ég til Norður-Kóreu. Að þetta lítur að lýsing bara á lífi íbúna þar. Það matarskömmtur, maturinn vondur, hann bragðlaus. Þarna eru börn að segja til foreldra sinna. Þarna fylgst með þegnunum og það ekki leyft að hugsa eina frjálsa hugsun og það getur enginn sloppið. Svo maður líka búin að lifa það, bókin kemur út 49 og maður mann þegar þetta var 1984 sem var í framtíðinni og nú orðið í fortíðinni. Langt í fortíðinni. En hún hún sennilega sterkari tilhögun í dag ef eitthvað því að nú náttúrulega möguleikarnir svo margfaldir að fylgjast með okkur, bæði af opinberu fylgst með okkur að yfirvöldum og fyrirtækjum og það fólk sem veit örgulega meira mann heldur maður sjálf á mörgum sviðum. Ég las daginn að maður ekki að fara inn á klámsíðu vegna þess að klámkattarnir væri svona að horfa mann á móti. Þetta bara símtölum skráð og þetta allt. Þó að við séum náttúrulega í frjálsu samfélagi sem ekki til líkingu við þetta. Þetta hrikalega sterk viðvörun. Og svo býr hann bara líka til mjög sterkan heim sem maður lifir sig inn í og svona lýsir líka ákveðnu mannlegu niðurbróti af svakalegum krafti. Hvað gert til að brjóta niður einstakling sem hefur frjálsan vilja? Hvaða aðferðir notarðu? Og þær aðferðir alveg svakalegar og maður eiginlega, þegar maður búin að lesa þessa bók, þá maður bara svona... Þetta nýþýðing sem að Ugla gefur út eftir Þórdísi Backman. Og náttúrulega mjög tímabært að þýða svona bækur reglulega. Virkaði bara vel á mig þessi þýðing og allt gott mann segja. Og eitt sem ég langaði líka til að nefna þessa bók, að einstaka sinnum sér maður bók sem að samsvara sér svo vel. Hún bara falleg í broti og gulu blöð og texti. Það einhvern veginn allt smellur. Mælum bara sterklega með þessu. Þetta bók sem að fólk getur ekki sleppt í að lesa. Það verður að lesa.